Þá er komið að seinni hlutanum úr 5. kaflanum orkunni. Ljós endurvarpast stundum af hlutum. Það er misjafnt hversu vel hlutir endurvarpa ljósi. Sumir hlutir endurvarpa hlutum nærri fullkomlega, nógu fullkomlega til þess að, nógu vel til þess að við upplifum sem nærri fullkomna mynd eins og speglar. Og það eru til nokkrar gerðir af speglum. Sléttur spegill er þessi venjulegi spegill sem við þekkjum. Síðan til kúptur spegill, hann er svona eins og kúla. Kúptir speglar eru notaðir þar sem við þurfum að fá vítt sjónarhorn, sjá til hliðar. Og síðan til hol spegillinn, hann gerir hlutina minni. Ég sjá að hérna er hol spegill sem er að safna saman ljós í sólarorkuveri. Þið hafið séð sum hver í eigin persónu svona speglaherbergi, en hin hafið séð þetta í bíómyndum. Þegar við sendum ljós í gegnum ákveðna hluti eins og prisma eða vatnsdropa, þá brotnar hvítt ljós upp í litina sem það er gert úr. Hvíta ljósið er nefnilega samsett úr öllum litunum sem eru í litrófinu sem við getum greint. En eins og þið munið þá var inn rautt hérna fyrir utan og út fjólublátt hérna fyrir utan. Regnboginn er nákvæmlega svona ljósbrot. Þið sjáu þetta eru sömu litir í sömu röð hér og hér. Regnboginn er alltaf nokkurn veginn í sömu, bara í sömu litaröð. Linsur eru gagnsæir hlutir sem að brjóta ljós. Safnlinsur, það er safna ljósinu saman í brennipunkt og svo dreifa því aftur. Á meðan dreifilinsur dreifa því bara strax. Í myndavélum eða sjónaukum þá eru notaðar til skiptis svona linsur til þess að brjóta myndina rétt þannig að við fáum sem skýrasta mynd og getum jafnvel zoomað eitthvað aðeins. Augasteinninn í okkur er í raun og veru safnlinsa. Ljósið fellur hérna inn í augað. Hann speglar síðan myndinni, það er ákveðin brennipunktur hérna, en svo varpast myndin á hvolfi hérna í augnbotninn. Myndin er numin þar af skynfrumum sem heita keilur og stafir. Stafirnir greina svarthvítt ljós, ljósið ekki ljós, keilurnar greina liti. Og síðan hérna sjáum við myndavélina, síðan senda þessar skynfrumur upplýsingar til heilans hvað þær er að sjá. Ef fólk er nærsýnt eða fjarsýnt, þá er brennipunkturinn á vitlausum stað. Það er að segja, myndin er í fókus annarkvort aðeins of framarlega eða aðeins of aftarlega. Þá þarf maður að nota gleraugu til þess að leiðrétta þessa skekkju þannig að myndin falli í fókus hérna á augnbotninn. Við sjáum mismunandi liti vegna þess að hlutir endurvarpa mismunandi litum. Hérna sjáum við grunnlitina í ljósi. Við sjáum þetta eru ekki sömu grunnlitirnir og við notum í myndlist. En það er þetta ekki málning, þetta eru ljós. Það eru aðrir grunnlitir hér. En ef að við vörpum rauðu ljósi á rauða peysu, þá endurvarpar hún rauða litnum og við sjáum rautt. Þó við vörpum grænu ljósi líka og bláu, þá breytist ekkert liturinn því að peysan drekkur hina litir í sig. Saman með græna, drekkur í sig alla liti nema grænt og þessi drekkur í sig allt nema blátt. Þetta er svolítið þannig að í eðlisfræðinni þá er hvítur litur allir litirnir sem er öfugt við heila myndlist. Þar er engin litur hvítur en engin litur í eðlisfræði er svart. Skulum skoða aðra mynd. Hérna sjáum við að rauða peysan endurvarpar rauðu. Gulur
sem ekki grunnlitur, það sambland af rauðu og grænu. Hann drekkur í sig bláa litinn en ekki rauða og græna, þess vegna sjáum við gult. Og þessi ljósblái, þetta svona túrkíslitur, hann drekkur í sig rauða litinn en ekki græna og bláa. Við skoða aðra mynd. Svartur litur drekkur í sig alla litina, þess vegna hitnar svartur meira í sól. Fjólublár blanda af rauðu og bláu. Hvítur litur endurvarpar öllu. Og hérna sjáum við hvernig þetta lítur út án geislana. Hvítur hann endurvarpar öllu. Þessi endurvarpar, sjáum við það á þessari mynd hérna, grænu og bláu, og þessi endurvarpar bara grænu. En þá er þessu lokið.